Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við fáum hérna á eftir Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, utanríkisráðherra, í viðtalum, varnarmál, öryggisráðsframboð, Evrópusambandið og eitt og annað. Hann kemur hingað Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hagfræðingur, sérfræðingur í skipulagsmálum. Við ætlum að fara yfir, síðast þegar hann var hérna þá fórum við yfir svona gömlu hverfin. Við ætlum að fara yfir húsnæðismarkaðinn, eins og hann lítur út, byggingamarkaðinn. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Höllu Gunnarsinni, blaðamanni, Pétri Tyrfingsinni, sálfræðingi, Magnúsi Hafsteinsinni, varaformanni Frjálslynda og Þráni Bertelsinni, rithöfundi. Ég held að við hljótum nú að byrja á hinum miklu vörubílstjóradeilum hér í vikunni. Og Magnús, þú skrifaðir hérna mikla grein á bloggið, þar sem þú talar að þessar... þú ert nú vissulítið að reagera á það sem Sigurður Lyngdal sagði, að menn væru að þarna hefðu nokkur alþingismenn stigið fram og tekið undir með því sem hann kallaði soraöflin í samfélaginu. Já, ég kannski fyrst og fremst að velta því fyrir mér raun og veru, hvað gerðist í raun og veru þarna upp fyrir Rauðavatn? Hvað var það sem við sáum? Og ég hef svona haft miklar áhyggjur af því að þar hafi kannski menn á vissan hátt farið yfir strikið, bæði almenningur og líka kannski lögreglan, að við vorum að sjá hana hluti sem við hér á Íslandi höfum sem betur fyrir ekki þurft að horfa upp á allavega á síðara tímum. Mikil mótmæli á floglæti, lögreglan hjólar í fólk og svo framvegis. Og ég hef þetta hefur valdið mér á nokkrum áhyggjum undanfarna dag. Ég var að velta þessu fyrir mér hvað var gerðist þarna og hvaða afleiðingar mun það hugsanlega hafa. Já, þú heldur að þetta sé dæmi eitthvað, þetta sé eitthvað dýpra í þessu en bara það að nokkru vörubílstjórar séu reiðir? Ég oftast það að kveikithraðurinn sé orðinn ansi stuttur hjá mjög mörgum í þessu þjóðfélagi, já, sérstaklega hjá almenningi, og að það geti mjög hæglega soðið upp úr eftir þetta þurfi ekki mikið til. Og það geti þá haft ófyrirséðar afleiðingar. Svo margt í þessu annað, eins og til að mynda það sem gerist þarna upp frá, hvað var þarna á ferðinni? Var þetta skipulagt til að mynda af hálfu lögreglunar? Ætlaði lögreglan að hjóla í fólk á þessum stað? Ég meina, við sáum við viðtalið rétt á náttúrulega brutust út að einhver varðstjóri hjá lögreglunni segir eitthvað á það leið að við Lára Ómarsdóttur, fyrrverandi fréttamaður, að býtum bara að sjá það til eftir nokkra mínútur að sjá hvað hér mun gerast eitthvað að þessa leið og síðan verður allt vitlaust. Mér finnst að stjórnvöld ætti að fara mjög vandlega yfir þetta og það ætti raun og veru að fara fram rannsókn á því hvað gerðist þarna í raun og veru. Var þarna ásetningaræða eða fór út úr böndunum? Hvað gerðist? Ég held að sé mjög mjög... En þér finnst að þetta seti marks einhverja dýpri reiði sem í samfélagi? Já. Og okkur þeir ætti að vera reiði í samfélagi? Við höfum náttúrulega séð alls konar rugl sem hefur verið í gangi, eins og ég skrifa eitthvað í þessum pistli að hér séu viss öfl í þjóðfélaginu annars búin að grafa undan þjóðfélaginu og skemma það innanfrá. Sjáum þessa miklu misskiptingu sem hefur verið. Fólk hefur þurft að horfa upp á það að menn fá fleiri 100 milljónir fyrir að hætta í vinnunni og enn fleiri 100 milljónir fyrir það að byrja í vinnunni, annað þar fram til götunum. Stjórnvöld virðast ekki gera mikið í því að setja sig inn í hag og kjör almennings til að mynda með framfæri sínu, fara á milli landa, einkaþotum og annað þar fram til götunum. Ögra virðast vera markvisst almenning í þessu landi og ég held að fólk sé bara búið að fá nóg. Fólk er í miklu basli, mjög margir, á erfitt. Efnahagsástandið þetta hefur versnað mjög skyndilega á skömmum tíma og það eru margir sem eru mjög frústreraðir yfir ástandinu og finnst að það sé enginn að reyna að hjálpa þeim, enginn að telja þau kjarkinn. Og stjórnvöld séu raun og veru ekki lengur að hugsa hér hag almennings, heldur fyrst og fremst sig sjálf. Að þau séu hafi fjarlægst almenning. Já. Pétur, svo skrifað þú grein á það sem þú segir að þetta séu bara pólitískir óvitar sem hafa verið að mótmæla þarna. Já, þar að segja, ég segi það að þessi mótmælendur er mjög lélegir í forystu og ég hef aðalega áhyggjur af því. Fyrst þar að ég vilja taka það fram. Ég er ekki alveg sammála Magnús í þessu endilega að þetta endurspegli svona almenna ólgu í þjóðfélaginu vegna þess að ég sé hann ekki koma fram upp annar staðar og það eru næg göt til þess að það geti poppað upp annar staðar. Ég vil skilja þess að menn og hef mikla samúð með þessum mönnum þó ég hafi ekki samúð með málstafnum. Einfaldlega vegna þess að þetta eru menn sem voru einu sinni verkamenn, getum við sagt. Ég hef verið það sjálfur. Þeir rifu sig upp á hárinu og keyptu sér atvinnutæki til þess að bæta sín kjör og annaði þeim dúr. Ég gerði þetta með því að ég upp á hárinu og mennta mig í staðinn. En allt í lagi.
og þeir eru mjög örvæntingafullir og eins og við sjáum það hvernig það gengur hjá þeim, það mjög líklegt að sko, þetta eru menn sem í þeirri stöðu að þeir eru að reka atvinnutæki sem þeir eru með á stórum lánum og þeir eru með sjálfan sig í miklum rekstri, þannig að það mikið í húfi fyrir þá. Þess vegna náttúrulega mikil hiti í þeim og ég hef fulla samúð með því. Ég finnst ekki samúð með neinu af málstannum þeirra, en eitt sé ég að þeir kunna ekki og ég ætla ekki að vera að afsaka lögregluna, hún alltaf klaufaleg svona, þetta ekkert nýtt og hefur ekkert með Björn Bjarnason að gera og þetta alveg frálegt sko það sem verður að tala um. Þetta gerist alltaf í svona mótmælum þegar að meðal annars mótmælendur haga sér ekki alveg rétt. Sko, ef ég set mér í spór Sturlu, þá átti þetta að vera svona. Það átti að ákveða skref eitt, það að koma Norðlingaholti og mótmæla. Þá vitað að löggan kemur, fjölmiðlar koma og kannski einhverju stuðningsmenn. Þú þarft að vera búinn að undirbúa skref 2, það að segja hætta mótmælunum. Annarkvort hættir þú þeim og skipuleggur og hefur það undir stjórn sem mótmælandi eða löggan leysir þau upp. Þess vegna reynir á þanþol löggunar alveg út af mörkunum. Þegar þú sér það að það alveg að bresta, þá stekkur upp á vörubíliðin og heldur pólitíska ræðu. Þakka mönnum fyrir að hafa komið á staðinn, heldur pólitíska ræðu málstæðin og kynnir hann í beinni útsendingu, biður Geirjón og hans lið að víkja 3 metra, krakkar farið að götunni 3 metra, við erum að fara upp í bílana og svo keyrum við af stað. Það var ekki hugsað fyrir þessu skrefi. Það að þetta skildi ekki hafa verið gert, segir mér það, þessi hópur er ekki nægilega skipulagur og svo framins og ég sakna þess að andmælahreyfing á Íslandi sé ekki nægilega skipulug. Þetta það sem ég hef þetta að segja. En ég er ekki að afsaka lögregluna eða neitt sko, þó ég hefði nú viljað sjá sko frekar Hörð Jóhannesson vinn minn, hann hefði nú bara þurft að koma út á plan á skyrtunni og segja bara, já strákar, það er nú orðið nóg, eigum við nú ekki að fara bara að gera eitthvað í þessu. Eða, eins og einhver sagði á blogginu, senda bara stelpur, allar stelpur í lögginu út og handtaka einn og einn. En þú segir samt að, þú segir að þeir séu pólitískir óvitar og smáborgarlegir plebbar. Já, þeir eru það. Þeir eru það auðvitað og það er ekkert persónulegt í því, þetta er bara stéttarstaða þeirra. Heyrðu, ég þekki það sem hafnaverkamaður og verkamaður að, sko, hverju voru það sem voru fyrstir að klikka í einhverjum baráttu á vinnustöðum? Hverju voru það sem var hægt að setja eitthvað sér fyrir þá og kaupa okkur út úr þessu? Voru það ekki tækjamennirnir sem voru á sér kjörum? Voru það ekki mennirnir sem áttu loftpressurnar og voru að þetta sé ekki verkalýður? Að sjálfsögðu ekki. Þegar var yfirls upp á hárinu og yfirgefi verkalýðsstéttina. Hérna, Þráinn, þú gagnrýndir lögregluna og þú ert nú sér einn af þeim sem hefur lagt þetta svolítið að fótum Björns Bjarnasonar. Og hann kann þér litla þögg fyrir og jafnvel tekið undir með soraöflunum í samfélaginu. Já, ég tek alveg eindregið undir með soraöflunum í samfélaginu sem professor emeritus Lindahl glemdi nú að skilgreina nákvæmlega. Sennilega á hann við að soraöflin séu sko vörubílstjórar og skólafólk. Það getur vel verið og síðan þeir sem ég veit ekki, standa með mótmæla rétti fólks. Mér finnst réttur fólks til að mótmæla vera sko heilagur og að ráðast á fólk sem er með friðsöm mótmæli með piparúða, táragasi og kylfum, höggum og spörkum, að þetta er bara ekki boðlegt vegna þess að það var ekki eins og þessi þeir töfðu einhverja umferðu við Rauðavatn. Skilur, þeir sátu ekki Alþingishúsið. Þeir voru ekki búin að ryðjast inn í dómsmálaráðuneytið og þeir voru ekki búin að hlekkja ríkisstjórnina aftan í vörubíla með keðjum og dróan göturnar. Ég þurfti að keyra upp á Hafravatn til að komast fyrir mótmælin. Já, skilur, það eru svona minniháttar óþægindi sem að leiða af sér skemmtilega sightseeing Hafravatn. Það er ægifagurt, það er ægifagurt. Skilur, þetta getur pirrað fólk, en þetta er ekki alvarlegt. Ég ætla bara að bæta því við, ég bý í miðbæ Reykjavíkur og ef ég einhvern tíma álpast til að keyra Laugaveginn heim til mín þá lendi ég alltaf í fólki sem keyrir eins og þessir vörubílstjórar. Ekki hvarflar að mér að hringi í lögregluna og láta meisa þetta fólk eða berja með kylfu. Það er sko í búðarglugga og svona. En þér finnst að lögregluna hafi gengið of langt? Allt of langt og ég skil ekki þetta vegna þess að við höfum verið með fínt fólk í lögreglum, valist merkilega gott fólk í lögregluna hjá okkur og hvaðan kemur þessi óþjóðalýður sem að notar minnsta tilefni
til að níðast margir saman á varnarlausum einstaklingum. Ég bara skil það ekki. Ég er reyndar ekki alveg sammála Þráni með að þetta sé minnsta tilefni því að þetta er búið að vera ansi stórt og mikið tilefni sem hefur verið þar sem að stórum umferðaræðum hefur verið lokað dag eftir dag. En hitt er annað og það er með mótmælenduna og ég mikinn áhuga á friðsömum mótmælum og mikil mótmælakona almennt, móti öllu, ég kemst upp með það. En fór meðal annars einu til Tasmaníu til að taka viðtal við mann sem heitir Bob Brown og var þar fremstur í flokki þeirra sem voru að berjast gegn virkjunum sem svona mjög svipuð baráttu hefur átt sér stað hér undanfarin ár. Og bar mikinn árangur en þar voru mótmæli bara þetta tók einhver ár minni mig og þá var allir sem tóku þátt í mótmælunum fóru sérstakt námskeið. Það sem var farið yfir hvað eru ofbeldislaus mótmæli. Jú, það er að þú ert handtekinn, þá ertu bara handtekinn og þá lætur þú bara leiða þig á brott. Og það er bara það sem þetta snýst en svona þegar menn, þú veist, stoppa, æsa sig upp og fara að slást við lögregluna og með einhver svona læti, það auðvitað síður upp úr. Ég var að tala þetta var annað. Þetta er það sem hún er að segja. Þetta er akkurat þetta. Ef þú ert í mótmælum, á öllu mínu ferli sem hún er ekki langur, að þá var ég einu sinni handtekinn og það var eiginlega fyrir algjörlega slysni, svo endaði það einhverju gríninir á lögreglustöðum. Það er akkurat þetta sem hún segir, að bara til og með þetta hugafar, þú ert að mótmæla, ef einhver lögregla kemur að handtaka þig, þá ertu bara handtekinn. Þar með það mál bara búið. Já, það var þetta sem ég var að mótmæla. Já, en ég er hins vegar með Þráni á þessu. Ég ætlaði að segja, Pétur, að ég sá í sjónvarpinu að viðtal við unga stúlku sem að lýsti því hvernig svona handtaka fór fram. Það kom maður, einn af þessum bílstjórum, að bílnum hennar, það kom lögreglumaður á eftir honum, maðurinn var náttúrulega vopnlaus, sneri sig bara við og hér er ég. Hann var kyldur í götuna, þeir þryktu honum í götuna og fyrir rest voru þeir orðin 5 að lúskra á honum. Já, einmitt, og þetta er það sem er svona verulega ámælisvert og ég er á móti þessu líka. Ég er líka, Ég hef ekkert á móti því að löggan stoppi svona mótmæli. Ekki vil ég að vörubílstjórar lokuðu Reykjavík af til dæmis í 10 sólarhringa. Nei. Er þetta líka atvinnureikendur? Já. Sem eru á móti. Þetta eru atvinnureikendur. Og skatturinn sem þið vilja lækka, það er ekki bara á þeim sjálfum, heldur er á Ístak og öllum stórum Magnús, sem ég hef ekki samúð með. Það er þetta líka mín skoðun að bensín á að vera dýrt. Það eru háð stríð bara út allan heim og ef ábyrg stjórnvöld það sem þau gera núna er hvernig ætlum við að leysa það vandamál að fólk þarf að komast milli staða og þurfum að geta flutt öru milli staða þegar að bensínverðið er að rjúka upp. Þannig að lítirinn má alveg fara upp í 250? Já, þetta er náttúrulega alltaf spurningum hvaða tölu þú draugur en ef heimsmarkaðsverð á olíu heldur áfram að hækka þá getum við ekkert sagt nei, við ætlum að vera með líturinn hérna á 60 krónur. En skiljið þið líka þetta sem Magnús er að tala um, eitthvað svona bil á milli almennings og Þráin, almennings og stjórnmálamanna? Já, alveg gífurlegt að ég meina hældi því í landi, þar sem að fólk er að vinna, þú veist, má þakka fyrir að vera með kannski 250-300.000, ekki 300.000 meðal útborguð laun í landinu, að stýrivextir eru 15,5%, öll lán sem þú tekur eru verðtryggð, launin þín er ekki verðtryggð, húsnæðisverð hefur rokið upp úr öllu valdi og þetta fólk hefur ekki efni á að spara tíma til að vera meira með börnunum sínum með því að ferðast með einkaþotum milli landa það er heldur ekki tíma til að starfa í verkalýðsfélögum. Það er mikið byrjingur í gangi. Það er búið að maður er búin að horfa upp á einkavinavæðingu, maður er búin að horfa upp á stjórnsýslu sem er eins og í Zimbabwe. Það er að segja með að skipa börn, valdamanna í hinn og þessi embætti og þar fram eftir götunum. Ég meina, fólk er ekki fíbl. Það eru sumir sem halda að fólk sé fíbl að því hvað fólk er yfirleitt rólegt og seinþreytt til vandræða. En þegar vandræðin byrja hérna, þá byrja mikil vandræði. Já, Magnús. Ég hringdi í morgun í einn af þessum vörubílstjórum. Ég hef ekki verið neitt í sambandi við þá fyrir en ég hringdi hann í morgun til að undirbúa mig fyrir þennan þátt og spjallaði þessi við hann og þá einmitt sagði hann þetta, hann útskýrði þeirra sjónarmið og sagði frá því hvernig þeir höfðu upplifað þetta hann við Rauðavatn og hann sagði það að þeir höfðu verið á leið aftur í bílana til að fjarlægja þá bíla sem stóð á veginum
þá hefði lögreglan ráðist á þá. Og hann sagði þetta var greinilega skipulagt af hálfu valdstjórnarinnar til að sýna sitt vald gagnvart okkur. Þetta er ekki endilega lögreglan, heldur valdstjórnin, það er að segja ríkisstjórnin yfirvöld í þessu landi. Og þeir voru búin að ákveða þetta fyrir löngu, þeir ætluðu að gera þetta, þeir voru búin að æfa sig, meðal annars á Keflavíkurflugvelli og annars staðar, dagana áður en þetta gerðist. Þetta var í raun og veru fyrirsátt. Þú minnir að við vorum teknir, sagðan. Þetta er náttúrulega stór orð. Nei, hann sagði þetta við mig, ég bara hafa þetta eftir, ég finnst bara að tala við það, ég sagt hvaða maður þetta er og það er ekkert vandamál. Hann sagði þetta bara í mín eyru og hann sagði að þetta hefði verið skipulagt, að það hefði átt að gera þetta. Og mér finnst svolítið ofmælt að ætla til þess að venjulegir vörubílstjórar sem hafa nú ekki staðið í mótmælum á sínu æviskeiði að þeir eigi að vera með einhverjar mótmæla handbækur og kunna þær alveg upp á 10 og vita hvernig eigi að framkvæma svona mótmæli. Þetta eru mótmæli sem spretta upp grasrótinni af ákveðinni frústrasjón. Öll mótmæli eru það. Já, en þessi mótmæli eru... Þegar til dæmis umhverfisverndarsinnar eru að mótmæla, þá hafa allir geta sagt þau hegða sér eins og bjánar, þú sé bara unglingar klifur við höfum sem betur fer ekki upplifað mikið af svona lögu fram til þessa og við erum ekki reynd í mótmælum og lögreglunni heldur ekki reynd í því að tækla mótmæli. En svo vil líka segja annað varðandi þetta með bilið á milli fólks í þessu landi að þá sagði þessi vörubílstjóri líka við mér í morgun að hann sagði fyrir nokkrum árum, örfáum árum síðan, þá gat ég lifað hæglega 250.000 krónum á mánuði. Núna þarf ég 600 til 700.000. Og ímyndaðir Magnús, sagði hann, hvernig fólk hefur það sem hefur bara 140.000 krónur í útborgarlaun á mánuði. Hvernig það hefur það. Og þarna fannst mér svona koma svolítið upp einmitt sko þetta sem ég hef svolítið áhyggjur af að sé núna í þjóðfélaginu, svona grassirandi undiralda sem ég held að hvort í stjórnmálamenn og kannski heldur ekki fjölmiðlar og aðrir ná alveg að fanga. Það er að segja, það er það hvað þinn almenni borgari í landinu er að hugsa og hvernig þau eru að upplifa ástandið og hvernig þeim líður. Ég held að dómsmálaráðherrann okkar viti gerir sér mjög vel grein fyrir þeim pirringi sem að liggur í loftinu og þess vegna hafi þessar aðgerðir verið... Og ég ætla líka að vona að þessar aðgerðir hafi verið æfðar, því annars er þetta... Ég ætla líka að vona að þessar aðgerðir hafi bæði verið undirbúnar og æfðar, þó að það hafi ekki verið ákveðið, við ætlum að ráðast á það, heldur ef í hart kemur. En þannig eru menn teknir, þeir eru sirkaðir út úr einhverjum hóp og hreinlega sóttir, við sjáum þetta á myndböndum, þeir eru alltaf að koma á net, þetta er á YouTube, allur heimurinn er að horfa á þetta, þúsundir manna hafa verið að horfa á þessi myndbönd undanfarna dag út allan heim. Þetta fór á CNN. Við sjáum það, hvernig þeir eru sirkaðir út og síðan eru bara sendir 5 eða 6 lögreglumenn með vopn og skildi og hjálma inn og þeir eru bara teknir af þessum 5 mönnum, það er lagst ofan, þeir eru keyrðir ofan í götuna, handjárnaðir og dregnir í burtu. Þarf að við hafa svona vinnubröð. En eru þið ekki að bíða, Halla, þú ert í þinginu, ert þú ekki að bíða eftir eins og aðrir eftir því að ríkisstjórnin láti upp hvað hún ætlar að gera í efnahagsmálum? Jú, það er náttúrulega hlýtur að vera. Þeir hafa náttúrulega verið ekki svo sem að gefa í skín, hérna bæði Geir Haarde og Árni Mathiesen og eins Ingibjörg Sólrún. Það verið að gefa í skín að sé svona eitthvað sem er tilbúið sem að verði tilkynnt bráðlega, en ég held að hljóta vera að allir séu farnir að bíða. Það verða að koma einhverjar fastar yfirlýsingar. Já. En skynjar þetta ekki niður í þingi þar sem þú ert að starfa, þú ert þingfréttaritari, að þú veist þingmennirnir eru að bíða líka? Það er allir að bíða. Það er allir að tala um þetta, það er allir að bíða. Og ég hugsa svona, ég ætla að leiða mér að spá því að það hljóta að draga eitthvað til tíðindi þessari viku, miðað við hvernig þeir hafa talað. Þeir myndi ekki tala svona nema þeir væru allavega með eitthvað í bígerð. Já, og það sem er nú alltaf helst á döfinni núna í umræðinni er annars vegar sko bara innganga í ESB og hins vegar þjóðarsjóður Björgólfs sem er nú svolítið skrítið. Það hefur enginn tekið eftir þessu sko snirtilegustu og hóværustu skoðanaskiptum í mörg ár. Þegar Björgólfur kemur og segir það, við þurfum að koma okkur upp þjóðarsjóði sem að byggir á náttúruauðlindum og hugviti Íslendinga. Og svo fer maður að spekula, býtu hvað er hann að tala um? Ásett að fara að taka auðlindagjald á að skattleggja sjávarútveginn meira eða hvað á að fara að gera eitthvað svoleiðis, á að fara að taka gróðana landsvirkjun og eitthvað svona, og hugvit á nú að fara að skattleggja það líka og taka tolla því, setja það í sjóð, hvað svo að gera í sjóðin? Jú, nota hann til mögurárana og í hvað hann á að fara? Hjálpa bönkunum? Bjarga bönkunum. Geir Haarde svaraði og sagði, já, þetta er sniðug hugmynd, við erum með lífeyrissjóð og svona ýmislegt, en já, ég held bara bankarnir ætti að koma sér upp sín eigin sjóð. Já. Og þannig hann vísaði þessu svona til höfuð. Þetta hljómaði svona vissuleiti eins og galin hugmynd. Norðmenn náttúrulega tóku sín olíusjóð af því að þeir bara voru hræddir að peningarnir myndi einhvern veginn bara drekka samfélag. Nú var Englandsbanki í vikunni, hann var að setja fram hvað, 50 milljarða punta, eitthvað svoleiðis, sem ég veit ekki hvað, það eru 7-8 þúsund íslenskir milljarðar.
setja það í það að kaupa af bönkunum svona vonda lána vöndla og þeir eru aðalega þá Englandsbanki að velta því fyrir sér að húsnæðisverðið og húsnæðiskreppan þar sko lendi ekki illa, semst bæði að náttúrulega almenningi, bönkunum og þjóðinni. Þeir eru að reyna að verja húsnæði. Þeir eru að reyna að gera það, vegna þess að þeir sjá að þetta er lykillinn. Sko, ég er smeykur það og af því að Magnús er að tala bil hérna. Bilið á milli sko ráðamanna og þess sem er þarna niðri. Ég hef aldrei heyrt talað það í þessari umræðu. Þess vegna kvíði ég því hvað aðgerðir koma að þeir muni ekki einbeita sér að því eða gera eitthvað í því að þegar að sko vaxtabreytingarnar verða á lánunum sem að fólk tók hérna fyrir fáeinum árum síðan, þegar það kemur í ljós að lánin eru hærri heldur en verðmæti eignarinnar og fólk getur síðan ekki greitt að þessu og allt það, að það verði ekki gripið inn í þetta og gerða eitthvað sérstakar ráðstafan til að skuldbreyta þessu og bjarga þessum málum. Sko, við verum átt okkur á því, við erum 300.000 manns. Við þurfum ekki að hafa nema 150 famíljur sem að lendi í vandamáli með þetta. Þá erum við í djúpum skít. 150 íslenska famíljur, margfaldaði það með sko 1000. Þeir segðu eitthvað í Bandaríkjunum að 150.000 famíljur færu á hausinn. Þeir voru að hafa áhyggjur af því að 60.000 manns... Málið er þannig að reynda eins og ég er að fara að tala við hann Sigmund Davíð hérna eftir að við erum bara búin að fá höggið út af bönkunum og út af hérna gjaldmiðlum. Við erum ekki búin að fá höggið af húsnæðismarkaðnum. Það er eitthvað sem er bara í kortunum. Síðan eru þessar hugmyndir þennan þjóðarsjóð og eins gjaldeyrisvaraforða og allt þetta. En þegar maður lítur á sko umsvif bankana, þá er sko, þá getum við gert kannski svona, miðað við svona sko. Þetta er alveg... Ríkisstjórnin getur ekkert gert. En Þráinn, hvernig finnst þér ESB-umræðan vera að spilast? Þetta með útspil Sturlu Böðvarssonar í Kaupmannahöfn daginn þar sem hann talaði að Jón Sigurðsson hefði ekki viljað í ESB. Ég fagna því náttúrulega eindregið ef að Jón forseti er að koma aftur inn í íslensk stjórnmál, en ég minnst hann kannski ekki að hafa valið sér heppilegasta talsmann sem hann hefði geta gert. Með Evrópu umræðan, ég skil ekki hvernig hún er að þróast, að sko meira að segja þegar forsætisráðurinn okkar fer til Bretlands og ræðir efnahagsbandalags Evrópusambands eingöngu við Gordon Brown og svo kemur fréttatilkynning þetta að þá 10 mínútur síðar verður allt brjálað og svo kemur önnur tilkynning að nei, þeir bara alls myndust ekki á Evrópusambandi eða neitt svoleiðis. Það var ekki... Senduður ekki bara tilkynningu frá einhverjum öðrum fundi, þú veist, Ég veit hvaða forsætisráðherra var þarna undan, Portugals eða eitthvað svoleiðis eða Litáens? Sko, það er tvennt sem ég get ímyndað mér að sko Geir Haarde hafi þótt forvitnilegt að ræða við Gordon Brown sem er bara praktísk vandamál. Það er í fyrsta lagi að það er svona svipuð húsnæðiskreppa í Bretlandi, það er sem sagt allt of hátt verð á húsnæði og svo framvegis, og ríkisstjórn Bretlands er að reyna að leysa þetta gagnvart almenningi. Og það getur vel verið að Geir Haarde sem er víst ágætis maður hafi áhuga á því. Það verður þetta að læra eitthvað af honum. Og hitt málið sem er augljóslega rætt er Evrópusamband. Hann náttúrulega, Geir er ekki á löngu tíma búinn að hitta sko Barroso, forseta Evrópusambandsins, og hann er búinn að hitta Olli Rehn, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, er búinn að hitta alls konar svona fína menn. Fréttatilkynningin er alltaf þeir voru ekki að ræða. En ég ætla ekki að gera því skona að Geir sé að ræða eitthvað, hins vegar er þetta orðið mjög viðkvæmt mál í Sjálfstæðisflokknum til dæmis. Og maður finnur það í sambandi við þessa nýju sko ráðningu ritstjóra þíns, Ólafs Stephensonar, að menn leggja þetta alltaf margir, og margir sem ég tala við, út þannig að þarna sé að falla helsta vígi Evrópu-andstöðunar á Íslandi þegar Styrmir fer, og Ólafur sé að taka við sem var hvorki meira en formaður Evrópusamtakan í eina tíð. Þú hlýtur að heyra þetta. Já, en ég er reyndar verið að viðurkenna mig sjálfa mig. Ég skipti skoðun á Evrópusambandinu á 5 mínútna fresti. Ég er alveg fyrir fram og tilbaka í þessu. En vandinn er náttúrulega að staða EFTA, hún verður veikari og veikari bara með hverjum deginn. Og þess vegna finnst mér mjög eðlilegt að Geir sé að hitta allt þetta lið til þess að svona ræða það hvernig hagsmunum okkar gagnvart Evrópusambandinu sé best borgið. Og við þurfum að fylgjast vel með þessum málum. Ef að Norðmenn fara allt inn í Evrópusambandið, ætlum við að vera með sér samning með Liechtenstein. En við förum Norðmenn er ekki málið að Norðmenn er svo ríki, þeir ætla ekki að fara inn, en Norðmenn, það talað að Norðmenn myndi helst fara inn út af einhvern tíðin í framtíðin út af ógninni sem stafar á Rússum í Norðurhöfum. Það sé það helsta sem getur leitt á hann.
Sko, þú spurðir áðan ræðu Sturlu. Mér fannst ræða Sturlu vera mjög góð. Vegna þess að hann kom þar inn á punkta sem mér finnst það skort mikið á að það verið ræddir í umræðum undanfarið. Og það einmitt staða auðlinda okkar Íslendinga. Það hefur verið óbáslega harður áróður fyrir því undanfarið að við ættum að ganga í Evrópusambandið. Að hluta til vegna þess að þjóðin á erfitt, hún hefur misst svolítið sjálfstraust, hún að ganga í gegnum erfiða tíma, hún móttækileg fyrir þessu. Á sama tíma hefur algjörlega vantað einhverja stjórnmálafóringja hér á Íslandi, sérstaklega ríkisstjórninni, sem hafa verið að reyna að telja kjark í þjóðina. Þeir hafa ekki verið að því, þeir hafa verið að draga kjarkinu þjóðinni. Og það náttúrulega veikleikamerki þegar utanríkisráðherra talar krónuna eins og hún sé ónýtur gjaldmiðill og forsætisráðherrann verður uppvísað því að hann á einhverjum leynifundum út í London til að tala þar við ráðamenn hugsanlega inngöngu landsins inn í ESB. Mér finnst að við Íslendingar megum ekki gleyma því að við erum óbáslega rík þjóð þó að við séum að ganga í gegnum erfiðar efnahagshreyfingar akkúrat núna. Við búum við gríðarlegum auðlindum, endurnýjanlegum auðlindum sem verða bara verðmætari eftir því sem tíminn líður. Við þurfum að átta okkur á þessu og við þurfum að svara þeim spurningum sem Sturla meðal annars velti upp og líka Morgunblaðinu í Reykjavíkurbréfi helgina. Hvernig ætlum við að verja eignarhaldið okkar eigin auðlindum ef við göngum inn í Evrópusambandið? Þessari spurningu verður að svara. Ég hef hvergi séð nein svör þetta fram til þessa. Hvernig ætlum við að verja eignarhaldið á orkunni, hvernig ætlum við að verja eignarhaldið á vatninu, á landinu, á fiskimiðunum. Þú vilt sem sagt að Íslendingar eigi þetta bara allt sjálfur? Sjálfsögðu. Svo erum við bara í vandamálum hérna innanlands. Það var nú gefin heil bók út það sem að menn að rífast þetta og alls konar júristar halda því fram að þjóðin get ekki átt eitthvað. Þannig að sko við skulum bara gæta okkur á þessu. Ég veit ekkert hvort að þjóðin muni, og þá er ég að tala alþýðu manna, hvort að hún sé eitthvað verð sett þó að við förum inn í Evrópusambandið. Ég sé það nú ekki til dæmis að alþýða og ég hugsa að Magnús geti tekið undir mig með því. Almenningur á Íslandi, hún sér engan mun á því hvort að það séu einhverjir Íslendingar sem að einloka nýtingu sjávarafla á Íslandi eða hvort það eru einhverjir útlendingar. Sér það einhvern mun á því? Jú, ég sé nefnilega þann stóra mun á því að á meðan það eru Íslendingar, þá getum við gert eitthvað í því hér heima á Íslandi. Til að mynda í kosningum að breyta þessu. Við getum alltaf gert það. Ef það eru ekki útlendingar, þá eru miklu erfiðar að reyna að hafa þarna ákveð. En er ekki samt svo að menn hafa talað um veiðirreynsluna, Magnús, að það muni gilda við afla úthlutanir, það muni gilda veiðirreynsla hér við Íslandsstrendur og það er engin annar sem hefur neina veiðirreynslu en hér, þetta hafa minn stað þetta mörgum sinnum. Munum við geta komið í veg fyrir það að erlend útgerðarfyrirtæki til að mynda í Spáni, Portúgal, Þýskalandi geti keypt upp lungan af íslenskum aflaheimildum á einni nóttu ef svo fyrir undir? Óskaplegur ótti þetta maður. Þetta eins og umræða hérna í denti bara að ef það þyrfti ekki vegabréfsáritun til Íslands þá myndu útlendingar koma hérna þegar það var svo dásanlegt hérna og kaupa allt. Þetta er engin ótt, þetta er bara spurningar sem þurfum að velta fyrir okkur. Þetta þurfum að velta þessu fyrir okkur. Já, en þessi umræða fer fram í aðildarviðræðum. Hvaða svör ætlar að fá við þessum spurningum bara teórit? Spyrja Olli Rehn að þessu eða eitthvað svoleiðis. Einu raunhæfu svörin ef það eru opnaðar aðildarviðræður sem náttúrulega eina glóran að gera núna vegna þess. Og það verðist enginn hugsa hérna þetta Evrópusamband út frá neinu öðru heldur en getum við grætt eitthvað á þessu, fá eina krónur eða kostar þetta eitthvað. Sko, Evrópusambandið hefur einn grundvallar tilgang og hann er sá að Frakkar og Þjóðverjar fari ekki í stríð og þeir hafa ekki farið í stríð því að þetta samband var stofnað og það finnst mér fínt. En þurfum við eitthvað að skipta okkur á því? Í annan stað að þá er þetta samband evrópskra þjóða, menningarheimur að minnstakosti og þorra Íslendinga er evrópskur og hérna eru tvær fínar ástæður fyrir því að ég fyrir mína parta vil gjarna tilheyra þessu sambandi og ég skil ekki þetta rugl afsal þjóðréttinda eða eitthvað svoleiðis. Hafa Bretar eða eru þeir ekki Bretar og Frakkar en þá og svona? Ég skil ekki þetta. Tíminn er algjörlega að brenna frá okkur, þetta er voðalega flókið. Ég sem ætlaði að fara að tala um NATO-væðingu við þig alla. Já, hvernig væri það? Já, segðu eitthvað um NATO-væðingu. Nei, ég kannski, NATO-væðingin, þetta er náttúrulega svo rosalega stórt umræðefni, en í fyrsta lagi hefur það verið algjörlega mín skoðun að ef Ísland ætlar að vera í NATO þá þurfum við að axla okkar ábyrgð gagnvart bandalaginu. Við getum ekki verið súkkulaðikúla, hvorki í NATO né í öðru alþjóðasamstarfi. En hins vegar þá finnst mér þessi varnarmálastofnun alveg ofsalega athyglisverð og verið fylgjast vel með henni. Og svona áhugavert hvernig hlutinni virðast að vera gertir aðeins í vitleysu röð. Fyrsta sem var gert var að þetta var sett inn á fjárlög
og voru áætlið, hvað er þetta, 1300 eða 1400 milljónir í þessa stofnun. Næsta sem var gert var að semja lög þessa stofnun og samþykkja þau. Og svo það þriðja að það hættumatið. Já. Það á að koma sem sagt í haust. Já. Þegar stofnunin hefur tekið til starfa með sína 1,3 milljarða á ári og sem fer auðvitað hækkandi. Og mér finnst þetta afskaplega athyglisverð svona röð á hlutunum og mjög áhugavert að fylgjast með þessum... Mjög íslensk röð. Já, mjög íslensk röð og þessu nýja stóra útgjaldarið því við erum að tala alveg ofsalega mikla peninga. Og svo líka þessi áhugaverða skipting og þetta var svo mikil umræða sem að fara hérna fram akkurat núna, þessi skipting milli borgaralegra og hernaðarlegra varna og hvernig á að fylgjast með flugi og eiga flugstöð. En það greinir þetta að Vinstri grænir að hjóla í samfylkingun út af þessari NATO-væðingu sem þeir kalla. Já, en Vinstri grænir náttúrulega einu flokkunum sem á algjörlega á móti NATO. Samfylkingin ekkert á móti NATO. Þannig að mér hefur vísu þótt svona smá mistök hjá VG að fara alltaf yfir í NATO þegar það líka hægt að ræða hina hlutina. Það er Styrmir Gunnarsson og Vinstri grænir sem eru mest á móti NATO á Íslandi og Styrmir þegar hann hættir þá fer hann í Keflavíkurgöngur held ég bara því að hann svo sári yfir því að Bandaríkjamenn fóru Já, en þessi NATO-væðingin ekki nefnilega einhver leyti bara í höfðinu á Styrmi, hann núna voða að leita við NATO af því að Ingibjörg Sólrún utanríkisráðherra held ég. Nei, líka út af þessum látum í Afganistan og ég held nú að Styrmi sé alls ekki á móti NATO, hann er á móti Afganistan. Hann er á móti þeim verkefnum sem Íslendingar eru að taka þátt í þar. Mín skoðun er hins vegar ef að Ísland ætlar að vera í NATO, þetta hið nýja NATO. NATO í, og ég veit nú ekki hvar svo þróun endar ef að NATO Ég spyr Afganistan, ég meina við erum með ég meina Afganistan er býsna langt frá Atlantshafinu og NATO var náttúrulega til þess að Það var reyndar alltaf svona svolítið óskýr skilgreining. NATO hefur aldrei bara verið Atlantshafsbandalag. Þetta er svona útrás. Útrásarverkefni. Ég þarf að slíta þessu. Þetta er gaman að hafa ykkur hérna Halla, Pétur, Magnús og Þráin. Við fáum hérna Sigmund Davíð á eftir og svo Ingibjörgu Sólrúnu.